Svefnráð. Melatónín. Melatónín er hormón sem er framleitt í heilakönglinum. Það gegnir mikilvægi hlutverki í að fínstilla líkamsklukkuna og stuðla að syfju. Melatónín framleiðsla er háð tíma dags. Hún eykst á kvöldin þegar dimmir og minnkar á morgnana þegar birtir til. Hún stýrist semsagt að miklu leyti af birtustigi. Melatónín hefur einkum verið notað til að hjálpa þeim sem þjást af svefnleysi. Samkvæmt Mayo Clinic sýna nýjustu rannsóknir fram á gagnsemi melatóníns þegar maður þarf að sofa á öðrum tíma en vanalega, til dæmis þegar maður er á ferðalagi. Melatónín getur því hjálpað þeim sem glíma við flugþreytu. Ef þú hefur flogið austraboginn og þarft að endurstilla líkamsklukkuna og færa fram einhverjar klukkustundir, gæti verið gott að taka melatónín að kvöldi til á nýja tímabeltinu. Þú gætir tekið melatónín í nokkra daga til að aðlagast nýjum staðartíma. Svo virðist sem 0,5 mg af melatóníni sé alveg jafn áhrifaríkt og 5 mg eða stærri skammtastærðir. Mælt er með að taka melatónín 30 mínútum fyrir svefn. Melatónín var lyfseðilsskylt hérlendis en er nú hægt að fá í lausasölu í 1 mg skammtastærð. Munnúðin er talin áhrifaríkari en melatónín í töfluformi, þar sem efnið fer beint úr slímhúð munnhols út í blóðið. Aukaverkanir. Melatónín er almennt talið örugt og aukaverkanir fáar, en mörgum finnst gott að ráðfæra sig við lækni áður en byrjað á nýju fæðubótarefni. Sumir kvarta undan svima, höfuðverk, syfju yfir daginn, minnkari matarlyst eða ógleði. Ekki er mælt með því að drekka áfengi með inntöku melatóníns, því að það getur ýtt undir kvíða og þar með truflað svefninn. Áfengi og reykingar geta dregið úr melatónínframleiðslu. Samkvæmt rannsóknum eru bein tengsl milli ýmissa geðrænna kvilla og skertrar melatónínframleiðslu, en hér er þó ekki verið að mæla með melatóníninntöku sem meðferð við þunglyndi. Fæðutegundir sem innihalda melatónín. Margar fæðutegundir eru fullar af melatóníni, eins og til dæmis kissuber, pistasíunetur, vínber og goji-ber. Einnig innihalda hafrar, mjólk, egg og hrísgrjón melatónín. Sofðu vel.